engin hætt á því. Þeir hljóta að hafa bundið þetta vel, strákarnir. Hann fullur að klaka, helvíts báturinn. Þetta ekki bátur. Jó. Betra að það verið hinvélin, báturinn. Hann flýtur á. Hann hafði flotið hund. Já, ekki gestur mér. Þetta smakalegt núna. Já. Það verður að styðja undir vænginn. Þetta virkar vel. Þetta er ekki. Heyrðu. Þá verður það að svissa í gang og hella upp á meira, er ekki? Kalla þetta fötu, Tommi. Kalla þetta fötu. Nó. Út af... Nú eru flappandi niðri, líklega slendir hann. Jó, búinn að slá alveg af. Er þetta í gírnum? Já. Nei, komur alltaf langt. Og var slapp. Þetta er ekki nógu gott sko. Það þarf að flera meira sko. Jó, núna setur hann annan vatn í hjólinn sko.
ekki? Það er einbeittur sko. Haukur, þú ert svo einbeittur við þetta? Eða ekki? Hilmar, ekki á nálægt. Cool. Þannig að veit ég hvað kostar að vera atvinnuflugmaður? Það kostar landbrúsið. Það fyrir mig. Það kostar bara landbrúsið. Ég var að læra fyrir 12 árum síðan, þá kostaði það landbrúsið. Í dag kostar landbrúsið meira heldur en fyrir 12 árum síðan, en flugnám kostar ennþá jafn mikið og landbrúsið. Það fylgir landbrúsið. Já. Það kemur.
Akkurat. En ef ykkur langar til að vera þyrluflugmenn, þá kostar það reynsróður. Ok? Þannig að landhúsið kostar hvað 12 milljónir, reynsróður kostar 28 milljónir. Þannig að þetta er ekki bara þyrlu sem er dýraða, heldur alveg þyrlu sem er feil. Við kennum ekki þyrlu. Þannig að við erum bara budget conscious. Þurfum við þetta ekki reynsróður? Já, þurfum við ekki reynsróður, landhúsið er málið.